Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin á þennan stað. Fyrir suma máski kunnulegan stað, en aðrir kannski eru að sjá þetta fyrsta skiptið og spyrja sig, hvað nú þetta? En hér eru við að spekulera í áhugaverðu máli sem heitir Guðs orðið. Við hér viljum efla trú sjálfra okkar og auðvitað annarra manna og kvenna, og við kennum það hversu mjög trúin sé nauðsynleg. Og trúin byggist á orði Guðs og því að þeir sem að þekkja til tjái sig, afli sér þekkingar á trúnni og þeir hafa leiðina, þeir hafa orð Guðs, þeir hafa visku Guðs, þeir hafa andan í sér sem býr í hjarta þeirra, þannig öll skilyrði eru fyrir hendi til að læra og læra svo meira og þekkja vilja Guðs betur, og þekking á vilja Guðs aukist hann, tengir mig, segðu þetta með mér, tengir mig við Guð betur en ella væri. Þekkingin sem ég afla mér í Jesú nafni tengir mér við Guð, eykur trausti til hans, þannig að við sjáum að þetta allt saman mín megin. En breytir Guð ekki neitt. Hann segir, ég treysti Konráði, nefndu nafnið, ég treysti Konráði 100% til að fara vel með gjöfina sem ég gaf hann. Og við vöxum að því við erum að gera það sem Drottinn er að boða og bjóða. Menn sem gera það sem Drottinn er að boða og bjóða eru að gera sjálfum sér gríðarlegt gagn, eins og vorum að tala um áðan. Með þessum hætti vex traust mitt til Guðs. Við töluðum líka um það rétt í þessu, að þetta breytir í raun og veru ekkert Guði. Hann er bara 100% með 100% álit á hvort sem er mér eða þér, og tók okkur, mig og þau, til sín algjörlega og var algjörlega sjálfsvilja ákvörðun hans, einfaldlega vegna þess að þetta var það sem hann vildi gera og hann vildi alltaf gera. En svo kemur að mér að vinna þau verk sem að Drottinn uppáleggur mér að vinna, og þau einkum felast í að þessi þekking, hún vaxi þá með réttum hætti, vaxi upp með kærleikanum sem Drottinn á til, vaxi upp með elsku Drottins í hjarta sínu, því að Drottinn segir sjálfur, orðið segir það sjálf, að þekkingin blási menn upp. Þekkingin, ef að menn uggi ekki að sér og hafi ekki allt hitt með, getur gert að verkum að þetta verður bara grobb hundar. Og það er ekki til leiðilegra fólk en grobb hundur. Þannig það er ekki það sem við viljum sækjast eftir. Heldur, við viljum þekkinguna, við elskum þekkinguna, en vitum að kærleikurinn og hlýjan og væntumþykjan þarf að vera með þessari þekkingu. Þá hefur þekkingin sem sagt komist rétt til skila, og verkin verða með þessu sniði að vera smurð þekkingu og einnig kærleika, hlýju og elsku til fólks. Við erum að muna að Kristur dó fyrir manneskju. Manneskja, hvort sem er ég eða þú,
sem tekur þennan pól í hæðinni, og ég veit að margir hafa gert það, kemur aldrei til með að segja með fýlusvip og andlitinu og gremjulegri rödd að Guð sé ekki til. En sumir segja þetta vegna þess að það er svo margt sem getur gerst hjá okkur. Vegna þess líklega að það klúðraðist eitthvað í lífi viðkomandi og hann grípur til gamalla meðala sem að benda á einhvern annan sem sökudólg. Þetta hefur fylgt mannkyni allar götur síðan að syndafallið var. Við munum eftir því þegar að Adam og Eva einhverja hluta vegna drógust að skilningstré góðs og ills, þar sem að veran var sem þar hreiðraði sig, og við vitum að það er Satan. Það er talað hann sem höggor í Biblíunni, en við vitum að þetta er Satan. Og hann ginti þau, hann glafti þau, hann laug að þeim, hann kann að ljúga, mundu það. Hann laug að þeim og sannfæraði það að sín orð væru sönn og rétt. Og þau gleyptu þessu og uppskáru nokkuð sem þau þekkti ekki áður. Þau uppskáru aðskilnað við Guð, og birtingarmyndin þar er hræðileg. Þau uppgötuðu að þau voru nakin. Hve lengi þau gengu í garðinum nakin, veit ég ekki, því að það vantar allan tíma í þessa sögu, en það kannski aukaatriði. Kannski genguðu saman nakin árum saman, á þess að veita því athygli, sem sagt að blygðunarsemin vegna nektarinnar var ekki komin. En þau horfa niður eftir sér og sjá, ég er nakin maður, ég get ekki sýnt Drottinn mig svona. Sektarkenndin er komin upp og blygðunarsemin. Vegna hvers? Jú, nú var syndin búin að hreiðra sig í hjartanum. Og þau fela sig, og í fyrsta skipti þegar Drottinn ætlaði að ganga með þeim í kvöldsvalanum, þurfti hann að kalla: Adam, hvar ertu? Sem sagt, þegar hann kom á staðinn, þar sem greinilegt er að þau voru vön að hittast, þá bara biðu þau þar glaðhlakkaleg og spennt eftir því að Drottinn væri nú að koma. En nú var allt breytt. Hvar ertu? Hrópaði hann. Og eftir kannski nokkur köll, ég veit það segir nú ekkert frá því, birtist Adam, niðurlútur, skömmustulegur og svo framvegis. Og hann sagði: ég faldi mig að því ég er nakin. Og Drottinn spyr hann: hver sagði að þú væri nakin? Ástu af trénu sem ég bannaði þér að eta af. Sem sagt, hann spyr þau, hann vildi að þau svöruðu sjálf. Ég trúi auðvitað að hann hafi vitað hvað skeði, en hann gaf þeim séns á að svara fyrir sig. Þau gripu til afsakana, þau svöruðu ekki spurningunni, þau gripu til afsakana og reyndu að svona fegra sín eigin verk í augum Guðs. Adam sagði: konan sem þú gafst mér tældi mig. Og hann snýr sér að Evu og segir, ég man ekki alveg hvað hann sagði, og hún segir: höggormurinn, hann dró mig á tálar eða eitthvað svoleiðis. Þarna erum við komin að vanda sem enn er í gangi, að sem sagt að beina spjótunum frá eigin afbroti yfir á eitthvað annað. Og maður sem að til að mynda kemur með fallega fýlusvipinn sinn fram og segir mæðulega að Guð sé ekki til, er í raun
að benda á eitthvað sem ekki var að ganga upp hjá honum og kannski vegna klúðurs og mistaka sem hann gerði, benda á það sem skeði og benda á einhvern annan sem orsaka vald. Og bak við þetta náttúrulega geti verið alls konar setningar, eins og við þekkjum þetta allt, eins og af hverju greip Guð ekki inn í, af hverju leyfði hann þessu að gerast. Og svo kemur þessi lokasetning, Guð er ekki til. En Guð er til. Og hann lofar öllum góðum dögum sem fylgi sér. Hann lofar öllum að hann muni vel fyrir sjá og hann lofar öllum þeim lífdögum sem hann hefur sett á mannin. Ég trúi því að dagar mannsins þegar hann fæðir séu allir taldir. Hver lengi hver lifir veit ég ekkert en ég trúi því að allir dagar mannsins séu taldir og hver telur þessa daga, auðvitað lifandi Guð. Hann vill sem sagt að maður komið til sín til að hann geti annast viðkomandi. Og hann lofar, og við getum öll staðfest þetta sem að trúum að hann er það sem að segir og við upplifum það sem hann hefur lagt fram og boðið. Sjálfur get ég staðfest það að frá þeim degi sem að ég gekk Guði á hönd árið 1989 haustið, að þá hefur mér ekkert skort. Ég hygg að þú takir undir þetta fyrir þína parta, en þarf kannski aðeins að hugsa þig til þess að sjá að þeir hafi aldrei skort neitt. Fyrir daga Guðs í mínu lífi, ef svo má segja, þá var nú ýmislegt sem vantaði. Og ég hef oft vitnað það að ísskápurinn minn, hann var þarna ekki dórsveipa þessu sem ég er með núna. Og ég hef oft vitnað það að tíma og allt of lengi, allt of oft var eina sem skeði þegar ég opnaði ísskápshurðina að það kveiknaði ljósið. Það var ekkert inn í þessum ísskáp. Af hverju? Ég átti enga peninga. Maður var svona brokkgengur í vinnu og vann stundum ekki. Og þá náttúrulega þurrkaðist allur auður upp og svo var komið að maður átti ekkert ofan í sig að éta, en gat einhvern veginn samt að redda því með einhverjum hætti. Þetta var ekkert líf. Svo gerist undrið, en ég minnist nú þess aldrei að hafa tekið mér þau orð í munn á þessum tíma, þegar ég var á þessum stað, að Guð væri ekki til. Því að sanna sagna og einhver að segja, þá kom þessi hugsun aldrei upp hjá mér eitt eða neitt Guð. En svo fer það nú að breytast og svo gengi Guði á hönd. Og þá fer nú ýmislegt að lagast til í mínu ranni og núna, rúmum 30 árum seinna, horfi ég yfir farinn veg og ég segi, mér hefur aldrei skort neitt. Ég á það sem að ég þarf að eiga og ég á það sem ég langar til að eiga. Af vísu bý ég ekki stórt né rúmt, en það sem ég hef, það nægir mér. Það var eitt af því sem að Drottinn fæddi fram í þessu hjarta. Það var þessi nægjusemi. Og ég veit, og þú veist það líklega með mér, að hana skortir svo mörgum, nægjusemi. Og að sætta sig við hlutskipti sitt, veri ekki að búa til einhvern bastard úr því sem að við höfum sjálf valið. Nægjusemin eiginlega hendir öllu þessu út og þú ert bara sáttur þar sem þú ert, það hægt. Ég staðfesti það.
þegar ég er búinn að vera nokkuð sáttur við mitt hlutskipti, já, eiginlega frá því að ég tók við trúnni, eins og ég segi fyrir rúmum 30 árum. En auðvitað hefur þetta gengið allt í bylgjum og sveiflum og dagarnir þannig sé misjafnlega bjartir. En samt er niðurstaðan þessi: Guð er víst til, hann hefur annast mig, hann hefur leyft mér að vera með sér, hann hefur frætt mig, hann hefur fætt mig, hann hefur klætt mig, hann hefur séð mér fyrir þörfum, að það væri ekkert annað en svívirða ef ég dyrðist að taka mér þau orð í munn að Guð væri ekki til. Þetta væri hrein svívirða og er í raun og veru hrein svívirða hjá hvort sem er þér eða mér sem mögulega og hugsanlega bærum þessi orð fram að Guð sé ekki til. Hann er ekki valdur að ógæfu nokkurs manns. Eina sem hann gerir er að hann vill að þú þekkir Jesú Krist, og annað, hann gefur þig frjálsan vilja og það verður því aldrei neitt nema þín ákvörðun að fylgja honum. Þetta er það sem hann býður mér að gera, og þér líka og okkur, í dag. Ég valdi í dag að fylgja honum. Í þessi rúmu 30 ár sem ég er búinn að ganga með hann, hef ég valið á hverjum degi að fylgja honum. Þetta verður aldrei af mér tekið né burt frá mér rifið. Ef að það gerist, þá er það líka mín ákvörðun. Og Drottinn virðir hana. Það hef ég séð. Hann leyfir manninum að gera hvað sem hann vill sjálfur. Þetta er það frelsi sem Drottinn gefur. Og við vitum að svona er þetta. Við höfum séð menn og konur yfirgefa stöðu sína og fara með líf sitt út í tóma þvælu. Þetta var að trúa fólk. Við sjáum að Drottinn tekur ekki frammi fyrir hendurnar á sínu fólki. Þetta er mjög góð árétting að nota þennan dag til þess að vaka á, fræða sig á, byggja sig upp á og nota til þess orðið og láta það duga sem fóður og kennslu. Slíkum manni eða slíkri konu eða fólki sem þetta gerir er við engri hrösun hætt. Trúirðu þessu? Ég trúi þessu og ég veit að svona er þetta. Þetta er það sem við ættum að vilja boða, og þetta er það sem við ættum að vilja árétta trúna með. Og við sem að slíkt mælum munum því aldrei segja að Guð sé ekki til með okkar allra fallegasta fýlsu. Og ég tel að þetta sé sagt hjá fólki sem einhverja hluta vegna við lenti í einhverjum áföllum, og ég bendi aftur til skilningstré góðs og ills. Við sjáum þetta gerast hjá þessum tveim fyrstu manneskjum sem hér voru á jörðinni. Þannig að við sjáum líka að afstaða mannsins, hún hverfðist við syndafallið. Nú er ég orðinn allt í einu stikk frí. Hefur ekki gefið mér þessa konu, sagði Adam, þá er þetta aldrei skeð. Hefði ekki þessi þarna andstyggð höggorm ekki tælt mig til sín, þá hefði þetta aldrei skeð, sagði Eva. Við vitum að þetta er svona. Og þetta er enn að gerast. Við erum alltaf að benda á eitthvað annað en okkur sjálf þegar illa gengur. Er þetta ekki rétt? Því miður er þetta rétt, og því miður er þetta allt og mikill sannleikur. En þessu má breyta. Þetta má laga. Guð er þess megnugur að koma þessu svo í kring að við tökum meiri ábyrgð á verkum okkar
vegna þess að ábyrgðin mín. Ábyrgðin sem af því sem ég geri, hún getur aldrei orðið þín. En ég get lært og get tamist við það að gera það sem réttara og það snýst átrúnaðurinn á lifandi Guð, að við byggjum þetta upp í okkur. Vegna þess, og við megum ekki gleyma, þetta rosalega mikilvægt, að hann tekur ekki frammi fyrir hendurnar á nokkurri manneskju. Og veistu akkur hann gerir þetta? Af því hann sagði það. Og það hef ég séð að það sem Drottinn segir, það stendur. Þess vegna það svo mikilvægt að við lærum inn á Guð. Og hann með allt sem þarf þess að við lærum það sem við þurfum að vita Guð, en það gerist ekki ef við viljum ekki fara þennan veg. Þá erum við bara, eins og börn sem að hrekjast undan hverjum kenningavindi sem og því miður eru allt of margir þar. Og þeir kannski fólkið sem að segir með sínu fallegasta fílusvip, eins og við verðum að tala hér, að Guð sé ekki til. En ég lofa því að manneskja sem að vaknar og sér meðvituð það hverjum hún tilheyrir, tekur fram orðið sitt og gerir því eitthvað skil, mun aldrei taka sér þessi orð í munn. Því hún veit, hefur lært það og skynjað og skilið að eru þvílík þvæla og bull að einhver tali tekur. Guð réttlátur Guð. Hann gerir það sem rétt og meira. Hann kærleikur, hann elskar sitt fólk og mun aldrei haga málum með þeim hætti að hans vegna bíði ykkur hnekki. En eins og við vorum líka að tala að þá það einhvern veginn í þessu fallna eðli mínu að segja það vegna þess og hins að ég í þessari stöðu í dag. Ég gleymi því þá, og allt of oft gleymi við því, en það var ég, og segði þetta með mig, það var ég sem tók ákvörðun að gera þetta hitt. Kann að vera að einhver hafi talað mig þannig til, það hægt að tala menn til, að ég hafi orðið sannfærður að þetta væri bara harla gott. En munum að ég, segði þetta með mér, ég tók ákvörðun að stíga í þessa átt. Nei, það var ekki Eva sem tældi mig, sem að fekk mig í verkið. Það var ekki höggormurinn sem að tældi mig. Ákvörðun mín kom inn í. Hún að vísu var röng, segjum það. Ég sá þá eftir á. En það líka allt í lagi að sjá eftir á. Því að ef við sjáum eftir á og tökum alvarlega það sem við sáum síðar, þá má búast til því að viðkomandi hafi lært af og forðist þessa ósvini sína framvegis eins og heitan eldinn, og það hefur gerst hjá mörgu fólki. Ég til að mynda drakk kynstrunum öll á áfengi fyrir margt löngu síðan, það er komið 40 ár og meira síðan að það allt saman lauk, þessu öllu saman lauk. En það var ég sem að valdi að láta þessu lokið, og ég var nú svo heppinn að Drottinn sjálfur kom inn í þessu ákvörðun mína og sá til þess að öll löngun í vín og að verða drukkinn og það hvarf og hefur ekki komið síðan. Þetta nú mín saga þar. Og ég hef svo sem oft vitnað það og get alveg gert það aftur að þegar ég sá að þetta hvarf og þá vissi ég leið að ég myndi aldrei aftur drekka áfengi.
Ég bara vissi það. Og ég þakkaði fyrir þetta árum saman. En ég vissi ekki hvað hafði skeð. En ég þakkaði fyrir það árum saman og geri ennþá. 10 árum síðan kemur Drottinn til mín og hellir yfir mig, fyllir mig sínum heilaga anda. Þá laugst upp fyrir mér, hei, þetta var Guð sem mætti mér. Þá var þakkarefni ekki lengur það að ég var að þakka einhverju, heldur þakka ég lifandi Guði fyrir það sem hann gerði. Og það hið sanna í málinu. Og það komið yfir 40 ár síðan, eins og ég var að segja á þann. Og aldrei komið í einn einasta dag löngu til að fara inn á þessa braut aftur. En einhverja hluta vegna þá man ég þessi ár, þessi dökku, dimmu leiðindar ár mín allt og vel. Og þar held ég sé nú vilji Guðs að sé vegna þess að hann veit bara að ég muni hvar ég var. Og það getur verið gott að muna einhvern stað sem maður var á, er komið frá, því að það gerir svo margt á lífsleiðinni. Og það hefur alveg hellingur gerst hjá mér á lífsleiðinni sem að, ef maður ætti ekki þessa festu til, hefði mögulega hugsanlega leitt mig þangað aftur, þó ég engan veginn sjái mig á þeim stað oftar. Þá veit maður auðvitað aldrei hvað getur gerst, þegar mitt líf hefur eins og þitt líf oft verið, erfiðleikum háð. En samt heldur maður í Jesú, heldur í hann, lærir á honum, þjónar honum, og það því ekki inn í myndinni að taka sér í munn orðin að Guð sé ekki til. Það veri fyrir mér og í mínum munni og úr mínum munni lygin stærsta, því hann til. Og hann það sem hann segist vera, kærleikur, lofsverður, áhugaverður, gefandi Guð, og stendur við það sem hann segir, til að mynda það að hann muni vel fyrir sjá og að engum sem þjóni sér muni skorta nokkuð sem til góðs má vera. Þetta nú það sem við vildum kannski bera fram fyrir ykkur ágæta fólk að þessu sinni. En við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakkar fyrir sig.